Góði fundargestir, mér var falið að fjalla hérna líffræðilega fjölbreytni lands og loftslagsbreytingar í örstuttu máli. Þeir þættir í loftslagi sem við erum að fjalla hérna varðandi land, og já, ég einbeiti mér að landinu sem sagt, og það hlýnun, ekki bara hlýnunin, bæði í andrúmslofti og í jarðvegi, heldur það breytingar á lengd vaxtartíma, breytingar á úrkomu og ekki síst á hvaða form hún fellur, og aukin tíðni óvæntra ýktra atburða eða extreme events eins og sagt ensku, og breytingarnar eru mestar og hraðastar á norðurslóðum og heimskautasvæðunum. Það helst ógnir við líffræðilega fjölbreytni á landi samkvæmt skýrslu IPBES frá 2019 hafa verið taldar landnýting í mjög viðri merkingu, ofnýting líffræðilegra auðlinda og ágengar tegundir, mengun, og síðan var lyft fram þá loftslagsbreytingum sem bein ógn líka, en þær ógnir eru oft meira hægfara og ekki alltaf eins augljósar, og það getur oft reynst erfitt að greina á milli áhrif á loftslagsbreytinga frá til dæmis öðrum breytingum í landnýtingu. En áhrif loftslagsbreytinga á líffræðilega fjölbreytni margvísleg á landi og sem endurspeglar hversu víðtækt þetta hugtak eins og hefur komið fram hérna í máli þeirra sem hafa talað hérna undan. Og hér tekið upp nokkur atriði, en mér langar til að leiða athygli ykkar sérstaklega þessu hérna, ekki hægt að dælja við öll atriðin, tíminn skammur. Það breytingar á samsetningu líffræðilegra samfélaga, en líffræðileg samfélög eru ekki einingar sem bregðast eins við loftslagsbreytingum, heldur eru mismunandi tegundir það bregðast við ólíkan hátt, og þetta getur skapað ójafnvægi og riðlað jafnvægi í samfélögum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Ég vil líka benda á breytingum á starfsemi vistkerfa, það hluta af líffræðilegum fjölbreytileika, og til dæmis eins og hringrás næringarefna og losun og binding kolefnis. Verndun líffræðilegrar fjölbreytni og loftslagsbreytingar eru tvö af stærstu viðfangsefnum mannkyns, og þessi málefni hafa verið gerðir alþjóðlegir samningar, og þau starfa 2 milliríkjanefndir. Og tengingin á milli þessara málaflokka hefur oft ekki verið alveg nægilega skýr hingað til, en það mjög mikilvægt að samhæfa aðgerðir í verndun líffræðilegrar fjölbreytni annars vegar og til að vinna gegn loftslagsbreytingum hins vegar, og svo það því mjög mikið ánægjuefni að nú hafið þetta samtal þarna á milli þessara milliríkjanefnda sem vonandi tryggir það að þessar aðgerðir vinna ekki hvoru gegn annari. Og það var haldið málþing eða málstof eða vinnufundur í desember síðastliðnum, þar sem þessir 2 nefndir hittust og ræddu málin, og út úr því kom þessi mikilvæga skýrsla með mikilvægum skilaboðum til okkar, og ég ætla ekki að fjalla öll atriði en draga fram það sem nokkur atriði, og það var talið vænlegast að huga að verndun og endurheimt náttúrulega vistkerfa auk sjálfbæra landnýtingar, og það myndi sameina best verndun líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfisbindingu kolefnis. Viðfeðm nytjaskógrækt getur reynst skaðleg fyrir líffræðilega fjölbreytni og raska kolefnisbindingu vistkerfa sem fyrir eru, kom einnig fram, en hingað til að þá hefur ekki verið nægilega vel skilað á milli nytjaskógræktar og endurheimta náttúruskóga í sviðsmyndum IPCC, og það var bent á það úr þessu þarf að bæta. Hvað með Ísland, hvað að gerast þar, eins og hefur komið fram áður, að þá hefur orðið þá hefur aldarlöng landnýting haft mjög neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni hér á landi, og mikið hefur tapast, en það þýðir ekki það að við þurfum að tala allt niður sem hér að finna, við þurfum að standa vörð það sem hefur þó varðist og hjálpa til við að endurheimta það. Áhrif loftslagsbreytinga eru margvísleg hér á landi, og við sjáum það meðal annars í breytingum á líffræðilegum samfélögum og starfsemi vistkerfa.
Við sjáum nýja landnema hér á landi, bæði meðal fugla, skordýra og plantna og afleiðingarnar af þessu landnámi er ekki alltaf augljósar og suma þessar tegundir kunna vera ágengar. Það mörgum spurningum ósvarað og þá sérstaklega þessu óbeinu áhrif loftslagsbreytinga á líffræðilega fjölbreytni. Til dæmis hugsanlegt að hlýnun geti vegið upp neikvæðu áhrifin af skaðlegri landnýtingu og ef svo við sjáum ofta að gróðir í framför og það vitnað til hlýnunar, það geti staðið þar á baki og þá spurjum við, það eitthvað sem þá til skemmri eða lengri tíma? Nú nýlega þá hafa verið setta fram aðgerðir í loftslagsmálum til að stemma stigu við losun og til að auka bindingu kolefnis og það spurningi hvort að þetta samtal hafi átt sér nægilega vel stað hér á landi, hvort að þessar aðgerðir hugsanlega geti ógnað líffræðilegri fjölbreytni. Óbeinar ógnir við líffræðilega fjölbreytni gætu meðal annars falist í aðgerðaáætlun stjórnvalda ef við hefjum ekki þetta samtal nægilega snemma og þá núna og hvernig megi þá best sameina aðgerðir í verndun líffræðilega fjölbreytni og til að stemma stigu við loftslagsbreytingum. Landsáætlun skógrækt mikilvægur liður í þessu samtali en það hefur verið sett fram að aðgerðaáætlun stjórnvalda að það er lögð áhersla á skógrækt sem liður í að binda kolefni en fyrstu drög að meirihluta verkefnaáætlunar, landsáætlunar boði hins vegar mjög viðfeðma plöntu nytjaskóga sem byggja á innfluttum tegundum og sumar þeirra eru taldar ágengar og ekki var nægilega vel hugað að líffræðilegri fjölbreytni. Vonandi tekst okkur að bæta úr þessu, þetta eru fyrstu drög, það voru margir sem bent á þessa vankanta. En ég ætla bara að ljúka þessu máli mínu með þessum orðum. Við skulum ekki endurtaka mistökin frá 7. áratug síðustu aldar þegar að ráðist var í viðfeðma framræslu mýra í nafni bættra landnýtingar. Við vissum ekki betur hefur dugað foreldrakynslóð okkar sem afsökun. En við vissum ekki betur ekki afsökun sem að við munum geta nota fyrir komandi kynslóðar. Og þá ætlum ég bara að takka fyrir mig.